Sjaldan hafa jafnmörg tækifæri gefist til samverustunda eins og á COVID-tímum og margir gripu til spila til að hrista fólki sitt saman og eiga saman góða stund. Í Verkmenntaskóla Austurlands hefur gripið sig æði í borðspilum og eru þau nú kennd sem grein við skólan. Hugmyndin kom nú kannski bara fyrst upp fyrir, við byrjum fyrir 2 árum með þennan áfanga, við erum að kenna hann í annað skipti. Og fyrst og fremst bara til að auka fjölbreytileika í náminu þannig að sé eitthvað meira í boði heldur en hefðbundnir bókaáfangar. Í byrjun byrjaði áfanginn svolítið að ég var að taka bara spil heiman frá mér en núna erum við sem betur fyrir komin með bara góðan spilabanka sem að skólinn á og nemendur geta gripið í þó þeir séu ekki í kennslustundum og en þetta er alls konar, þetta eru svona klassísk spil eins og Ticket to Ride, mikið verið að spila Codenames og eitthvað bara, þetta er bara alls konar spil bara sem við eigum. Tilgangurinn alltaf fyrst og fremst bara að efla félagsfærni nemenda og fá þau til að líta upp á bókunum og tala saman og svona grunnmarkmið mitt er að fá þau líka bara til að kynnast öðrum krökkum. Maður sé ekki alltaf að setjast í sama sæti hliðin á félagunum heldur að sé svona smá rótering og allir spili við alla. Það er náttúrulega fyrst og fremst bara samskipti við aðra krakka og bara ólíkar týpur sem eru beðnar að setjast saman á við borð og spila saman og koma sér saman um reglur og annað og svo er það náttúrulega bara alls konar persónueinkenni sem að koma fram í spilum. Ég meina það eru sumir tapsárir og það er bara frábært að fá að sjá þessar hliðar á nemendum. Borðspil geta verið byggð á slembni, kænsku, samningum eða blöndu af öllum leikþáttum. Sum borðspil hafa ríkt þema og sögu en önnur ekki. Hvaða spil er það að spila hérna? Ticket to Ride. Hvernig spil er það? Bara spila sem við að safna lestum og fara frá borg til borgar og safna stigum. Er þetta flókið spil? Nei, ég held að meiri hlutin af ungaböndum getur með þess að spila þetta. Hefur þú spilað þetta áður? Ég hef aldrei spilað þetta áður. Hvernig líst þér á? Þetta lítur bara vel út, Af hverju valdir þú að vera í þessum áfanga? Bara þetta var spennandi áfangi og svona skemmtilegur. Hvers vegna valdir þú þennan áfanga? Mér bara fannst hann áhugaverður og spennandi og ég vildi spila í skólanum. Hvað er uppáhaldsspilið þitt? Akkur núna er þetta Exploding Kittens, spilum það oft. Út af hvað gengur það? Það er, þú dreifur spil, þurfa flestaði meira með einhverjum kött á sér og þú bara setur það niður og reynar að vera seinasti lifandi. Ok, hefur þið semst oft unnið? Já, ég hef gert það. Ég sá það á þér. Hvert er þitt uppáhaldsspil? Það er örugglega Besserwisser. Í alvöru? Já. Af hverju? Bara mér finnst svo skemmtilegt í spurningaspilum. Ertu Besserwisser? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Nei. Hafið lært mörg spil eftir því komum bara í þennan áfanga sem þau ekki hugmyndum að væri til? Já, hellingarspilum, eins og til dæmis þetta. Langstæðsti parturinn af áfanganum er náttúrulega að spila og koma í tíma og við spilum í 2 klukkutíma saman. Síðan eru þau með ákveðið námsmat og til dæmis eftir einu sinni í mánuði þá skrifa þau umsögn eitthvað spil sem að þau hafa spilað undanfarinn mánuð og þar eru þau aðeins að taka saman svona hvaða færni þau voru að nota, hvort þau eru að spila heppnispil eða kænskuspil og bara aðeins að ígrunda hvað þau eru að spila og þá skila þau inn skriflegum verkefnum og kynningu á spili og svo framvegis. Þannig að þau fá einkunn í lok áfangans en 50% af einkunnin er bara virkni, bara að vera virkur og sína frumkvæði í tíma. Nú, við erum náttúrulega meðal annars að bjóða eitthvað svona, öðruvísi áfanga eins og þennan spilaáfanga og við erum með tónlistaráfanga og alls konar svoleiðis. En líka höfum við aðeins svona brotið upp þetta hefðbundna stundatöfluform, þannig að áfangarnir hafa kannski aðeins minna vægi inn í töflunni og svo erum við með eftir hádegi 4 daga í viku bara vinnustofur þar sem að krakkarnir svolítið ráða því sjálfir hvað þau gera og í hvaða fögum þau eru að vinna. En þarna hafa þau svona tækifæri til þess að leggja áherslu á þær greinar sem að þau þurfa meiri tíma í eða þurfa meiri hjálp. Það eru bara kennarar í stofum
og þau krakkarnir sem bara fara þangað sem þau þurfa og geta stýrt á svolítið svona áherslunum eftir hvað þau þurfa. Nemendur eiga heilmikið í þessu verkefni eins og það sko. Einu sinni héldu allir að skóli ætti að vera bara borð í röð og kennari fyrir töflu en skóli svo miklu meira en það. Ég held að þessi spil séu bara svona miklu meira þroskandi, við erum að spjalla allan tíman og eitthvað svona, og meðan kannski við erum í tölvuspilum þá erum við meira bara að spila tölvuleiki, við erum ekki mikið að tala saman þótt það sé alveg hægt, en þá erum við kannski meira bara fókus á að reyna að vinna eitthvað leik. Hérna þetta meira svona, við verum öll saman, en hér held ég að komi líka meira út keppnisskapið sko. Ég get orðið vel pirraður ef við erum að tapa sko, ef ég að tapa. Þannig að ég held að það sé svona mest í munurinn. Ég held sé bara miklu skemmtilega að vera í návíi við annað fólk en að vera í gegnum einhver heyrnartól og tala við fólk.